En við byrjum svo annarlega á fréttum dagsins og það Karl Héðinn sem að segja okkur þær. Hvað að frétta? Það endurtekin frétt sem við erum búin að heyra nokkru sinnum, en það að skýrsla Ríkisendurskoðunar sölu hlut ríkisins í Íslandsbanka frestað enn og aftur. Hún átti að koma út í lok þessa mánaðars, en Guðmundur Björgvin Ríkisendurskoðandi segir að þetta sé mikið mál og mikil vinna sem þarna á bakvið. Kemur alltaf óvart hvað þetta er mikið einmitt, þannig að það ennþá smá bið í þessa skýrslu, hvað sem kemur úr henni. Og svo kom áðan í ljós að Edward Snowden að fara að fá ríkisborgararétt í Rússlandi. Hann uppljóstraði víðtækar njósnir bandarískra yfirvalda á sínum eigin borgurum og heiminum öllum í rauninni. Og mér langaði líka að benda fólki á það stóð svolítið til að það voru hugmyndir á loftu á Íslandi 2013 að veita Snowden hæli heima á Íslandi og ríkisborgararétt, en það varð ekkert úr því. Það voru nokkru þingmenn í Pírötum og svo Ögmundur Jónasson og Helgi Hjörvar þingmaður Samfylkingarinnar sem lögðu þetta til, en málið var ekki einu sinni tekið upp, bara aðeins talaði inn á þingi, sem ég finnst algjör synd. Við hefum geta svolítið gert gott fyrir heiminn með því að veita honum hæli hér, en það var ekkert úr því. Nei, kannski vegna þess að íslensk stjórnvöld ger ekkert sem í óþökk bandarískra stjórnvalda. Nei, þvert á móti, við fylgjum línunni, virðist vera. Ástæðan fyrir því að Fischer fékk ríkisborgararétt hér var að það var eiginlega greiði við bandarísk stjórnvöld, sem að það var erfitt fyrir bandarísk stjórnvöld að sækja fyrirverandi heimsmeistari í skák, þjóðhetju, og draga hana í járnum til Bandaríkjanna og rétta yfir Bobby Fischer. Þess vegna voru Bandaríkjamenn bara ánægðir með það að Íslendingar skyldu veita Bobby Fischer ríkisborgararétt, en Bandaríkjastjórn hefði ekki orðið ánægð ef Íslendingar hefðu veitt Snowden. Og þannig það við erum á áhrifasvæði Bandaríkjanna, og þannig það í öllum málum og engin undantekning á því. Ögmundur benti einmitt á þetta í ræðinu sinni þegar hann að tala þetta í þinginu, að þau eru að njósna okkur, að vera að njósna íslenska ríkisborgara, en ríkið okkar gerir ekkert í því til að bregðast við. Minnsta sem hann geta gert hefði verið að veita Snowden hæli hérna og ríkisborgara rétt. En svo aðra fréttir af samstöðinni að laun borgarstjóra og bæjarstjóra á Íslandi væru miklu lægri ef við varum að nota franska reglur. Í Frakklandi miðað við stærð sveitarfélaga, þannig að ef íbúar eru ákveðið margir þá fær sveitarstjórinn það mikið, eða borgarstjórinn. Og til dæmis borgarstjóri Parísar, hann með 1,89 milljón krónur á mánuði, en Dagur B. Eggertsson með 2.179.000. Það munir minnstu þar, því að þar reglunar í Frakklandi eru það er bara eftir fjölda íbúa, en síðan færðu álag ef þetta héraðs höfuðborg, sem að gæti átt við Akureyri náttúrulega, Ísafjörð, kannski Selfoss, og svo ef það eru ferðamenn. Og París fær hækkunan upp, og reyndar þessar tölur sem eru hjá samstöðinni eru funnar út þannig að þetta viðmiðun við lágmarkslaunin, þannig að hún á lægri launum, hún heldur þetta. Borgarstjóri Parísar. Já, þannig það minna það. En það var mynd með fréttinni af henni í Kópavogi, af því að þar munar svolítið miklu, hún Ásdís Kristjánsdóttir, að hún með 2.380.000 fyrir að stýra bæ sem með 30.000 íbúa. Ef þið verið ef það farið eftir reglunum sem að Frakkar gefa, sem að gefa bara út reglur að svona eiga launin að vera, vegna þess að þeir hafa lent líklega í því að menn að skammta sér hálögin og það gengur ekki. Þá ætti hún að vera á 767.000 krónum. Nú getur ykkur hugsað, hvað það ekki alltaf lágt fyrir bæjarstjóra í Kópavogi, það vera á 767.000 krónur, þá hann gefur hærri launum. En málið náttúrulega í Frakklandi og reyndar víðast hvar eru laun stjórnmálafólks miðuð við svona millistættarlaun, og 767.000 krónur alltaf sé ekki kannski leikskólastjóri í Kópavogi með þessu laun, eða yfirkennari í tónlistarskóla. Og spurninga, af hverju allir bæjarstjórn að vera hærri launum með þetta fólk? Já, algjörlega, það bara mjög, kannski eru við bróðin vöðin þessu, þetta sé svona það málið, Okkur finnst það bara eiginlega skrítið ef að bæjarstjórn í Kópavogi ætti að vera með bara venjuleg laun. Já, furðulegt. Þetta breytti þessu. Já, mér finnst við ætlum að taka frakkana. Margt sem við getum tekið frakkana gert þess á frakkanir. Þeir eru til þess með það að ef að bæjarfélag byggir ekki félagslegar íbúðir upp að einhverju marki, ég held að þessi 25% af nýbyggingunum séu félagslegar íbúðir, að þá eru bara að koma dagsektir. Þannig að bæjarfélag sem lendir í þessu,
það gerir þetta bara einu sinni því að það bara svo dýrt og maður getur sagt, þetta svolítið skrítið en þetta líka í Bandaríkjunum. Það dómar sem hafa gengið að bæjarfélög sem ekki hafa staðið við það að byggja svona affordable houses eins og það sagt þar í réttu magni, ef þeir eru að búa til eitthvað svona útkverfi þar sem að bara ríka fólki býr, að þá hafa dómarar lagt á dagsektir á þessi sveitafélög. Hér eru við ekki með neitt svona. Þetta svona hvati til þess að ýta undir sveitafélögunum eða ekki að standa sig, þannig að það kostar meira að gera ekki eitthvað. Já, auðvitað og þing og fleiri að móta reglur sem að tryggja það verði gott samfélag. Akkurat. Önnur frétt af samstöðinni. Samstöðin stendur sér vel. Hún að gera það. Okkamatur. Þú segjum sjálfur frá. Já, en hún birti sem sagt breytingar á gengi gjaldmiðlana miðað við dollarann núna síðustu 12 mánuði í gær. Já. Og krónan að standa betur en flestir aðrir evrópskir gjaldmiðlar. Krónan búin að lækka einhver 11% gagnvart dollaranum, danska krónunum 17%, evran líka 17%, norska krónunum 19%. Já, og sænska 23,4% og pundið 20,7%. Það bara... Og pundið á leiðinni niður. Og það heldur áfram að hrynja eftir þessar skattalækkanir hjá Truss. Þetta áhugavert. Ég veit ekki hver ástæðan fyrir þessu. Þannig að það gerist þegar átök eða svona efnahagslega kreppa í heiminum á styrkist dollarinn. Það er svona að falla allir gjaldmiðlar gagnvart honum. En það sem er mjög skemmtilegt við þetta, því að þetta var sett svona fréttin og deilt á Facebook, þá sá maður svona evru sinna koma algjörlega fjúrius, eins og bara hvernig stendur á því að vera að benda þetta. Þetta er skrítið, maður veit ekki alveg. Voru að rífast við gengiskráninguna. Það væri eitthvað samsæri. Þegar krónan undir stjórn, Seðlabankastjórans í dag og svona, maður veit að stórútgerðin hefur mikil áhrif á þetta og eins og við töluðum við hann Óla Ufsa daginn að gengisfelling og annað sem þannig að vera að beita krónunni í rauninni gegn almanna hag, sko. Já, hann er náttúrulega með sér skoðanir þetta Óli Ufsi. Sterkar skoðanir algjörlega, sem er rétt á sér, að mínum veit. Það var enda fréttir í vikunni að Seðlabankinn keypti mikið af gjaldeyri til þess að verja krónuna falli. Vegna þess að það var útstreymi af gjaldmiðli, útstreymi vegna kaupa eða sölu erlendra sjóða á íslensku hlutabréfum. Þegar að Ísland var skráð sem annars flokks nýmarkaðsríki. Þá voru það fyrst og næst erlendir sjóðir sem að seldu hlutabréf og það fór örumlega peningur út. Þess vegna var Seðlabankinn að selja gjaldeyri. Kaupa gjaldeyri. Já, ok. Svo ég skildi þetta alltaf. En það var líka frétt þetta einmitt á samstöðinni. Samstöðin.is komin á gott flug og bara hvet ykkur til að fylgjast með þar. Það er mikið að komin. Vegna þess að við vorum með frétt nefndu það við borðið í síðustu viku að þegar að Ísland var sett í flokk sem annars flokks nýmarkaðsríki að það sem að gerðist þá fjall gengi, þú varst nú að nefna það að gengi hlutabréf í kaupinu hefði fallið mikið og þetta var tengt og tengingin var svo að það voru margir hér á svona braskarar þegar það var tilkynnt að þetta myndi gerast núna í haust, það var tilkynnt í apríl sem að keyptu hlutabréf til þess að selja svokallum indexsjóðum sem að kaupa bara á markaðnum eins og markaðurinn kaupa mest í Marel og svo í bönkunum og eftir í verðmæti þeirra og voru að safna sér svona stokk til þess að selja indexsjóðum sem eru eiginlega skyldur til þess að kaupa, leið og Ísland dettur inn í þessa skilgreiningu, að kaupa bara eitt sett af spilum í kaupöldinni og ætluðu að græða á þessum indexsjóðum þegar kæmu. Það sem að gerðist eins og var að erlendir sjóðir sem áttu í kaupöldinni unnu útboðið þegar það var óskað eftir tilboðum í að selja hlutabréf inn í þessu indexsjóði. Það voru erlendir aðilar sem að keyptu þetta allt saman og buðu lægra verð. Það var kannski gert þetta áður, þannig þau fóru svolítið undir markaðsverðið og losuðu sig þar með 14 milljarða verðmæti í íslensku bréfum. Íslensku braskararnir sem ætluðu að græða ógeðslega af indexsjóðunum sátu uppi með þá og sumir voru með það í skuldsettum kaupum
Þannig að bæði gerist það að þegar að erlendu sjóðunir selja í bréfin, þá lækkar það af því að þeir eru að selja lægra verði og þá lenda þeir í vandræðum með skuldsettu kaupin sín og enginn til að kaupa þetta. Þannig að þeir fara í svona neyðarsölu og það ýtir undir þannig að þetta opnað ákveðna svona flóðgátt bara. Já, kaupöllin fjall raunverulega 9% út af þessu. Að íslenskir hlutabréfabraskarar misjum. En ráðararnir okkar fögnuðu þessu? Já, það var við vorum með mynd sko sem að sýndi það sem að hringja þetta inn. Það var kannski ekki alveg átt að sjá því hvað var að fara að gerast. Þetta það sem að á að vera að fagna þessu stórkostlega áfanga að Ísland orðið annars flokks nýmarkaðsríki, en raunverulega var þetta sorgar hljómur sem kom úr þessari bjallu því að kaupöllin bara dunkaði um 9%, og 9% er mikið í kaupöllinni. Í peningum talið? Nei. Það eru 207 milljarðar sem voru til, náttúrulega bull peningar eða mörgu leyti, bara uppsprengt verð þar ekki eins og þessi viðskipti með þessu. Ekki gull eða eitthvað einmitt. Nei, en þetta kaupöllin lækkaði um 207 milljarða í síðustu viku. Út af þessu. Rosalegt. Meðal annars, en kannski út af ykkur öðru. Það náttúrulega verið að hækka vexti og þar leiðandi lækka verð á hlutabréfum, það eiginlega vanalega. En ertu með fleiri fréttir? Í fréttum var þetta helst í dag. Í fréttum var þetta helst. Þá ætlum við að taka örstuð hlé og fara svo til Ítalíu.